Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið hjartalega velkomin hingað í bókaspjall. Hjá mér góður gestur, Illugi Jökulsson, velkomin. Hvað fyrir? Nú, þú varst að gefa út nýja bók. Já. Bara rétt áðan. Já. og hvers konar rit þetta? Já, það er ágætt spurning, því að þetta svona, ég var svolítið erfitt með að lýsa því hvers konar bók, sko, þetta er. Þetta er eiginlega bara það sem ég vildi sagt hafa lífið, tilveruna, fólk og í einhverjum mæli samfélagið sem við búum í. Þetta eru svona formlega síðan þá eru þetta frásagnir, örsögur af fólki, alls konar hugleiðingar, minningar frá sjálfum mér, frá æskudögum og svona nánast brandarar inn á milli. Já, þetta er bara þetta er svona það sem ég hef verið að punta þetta niður hjá mér svona síðasta áratuginn. Það var þetta byrjaði allt saman, eða þannig séð, þegar ég var í París með syni mínu ungum fyrir 10 árum síðan. Já. Og við vorum á hóteli rétt hjá Republiktorgi, þar sem alltaf gengur mikið á eins og þeir sem að þekkja París vita. Og þá fór ég að vappa þar og horfa á fólk eins og það er nú það skemmtilegast sem að gera í útlöndum. Þó ég hafi ákveðið kikk út úr rústum, þá er samt alltaf skemmtilegast að horfa á fólkið. Og ég fór svona bara meir og minna af rælni að punkta hjá mér svona hitt og þetta fólkið sem ég sá þarna. Og skrifaði, ég birti þetta voru svona 4-5 litli stuttir kaflar sem ég birti þá á Facebook. Þá var Facebook en þá svona nýlunda og maður vissi ekkert hvað maður átt að gera við það eða til hvers Facebook væri nýtileg. Já, þetta var þegar Facebook var svolítið skemmtilegt. Já. Þannig að þá birti ég þetta þar og þetta undir heitinu á Republiktorgi rétt áðan. Og mér fannst þetta skemmtilegt form að skrifa svona örstuttar skrifa myndir af fólkinu sem ég sá þarna. Og svo bara hélt ég því áfram þegar heim var komið og fór svona að dunda við þetta. Sumt af þessu birti ég á Facebook, annað ekki og svo framvegis. En það mikið af þessu birtist að lokum og opinberlega að einhverju voru farnir að taka eftir þessu og hvöttu mig, satt að segja. Margir koma að máli við mig eins og sagt er og sögðu mér að það væri kannski ástæði til að safna þessu saman og ég gaf nú ekkert sérstakt út á það. Þetta var nú ekki hugsað til þess, heldur bara sjálfum mér til skemmtunar og svona til að styrkja minnið, sko, til að ég gleymdi ekki jafnóðum öllu skemmtilega fólkinu sem ég sá. En á endanum þá svona, maður er alltaf ákveðið hér að koma og ef einhver segir við mann að endilega setja þetta í bók, þá finnst manni það auðvitað fínt og svo fór ég bara á endanum að hugsa þetta sem bók og bætti þá inn í þetta alls konar minningaköflum og hinn og þessu sem ég fannst passa í einhverja skrýtna heild, þessa heild sem að er núna komin út og heitir rétt áðan eftir þessum köflum þarna frá Republiktorgi. Rétt áðan er svona leiðarstef í gegnum bókina vegna þess að þarna er ég meir og minna að lýsa því sem að gerðist rétt áðan. Ég er að lýsa því sem að gerist þegar ég á ferðum bæinn eða í útlöndum. Fólk sem ég rekst á í búðum, í sundi og bara hér og hvar. Þetta er mín sýn á fólk. Já, en nú er þetta mjög fjölbreyttar og skemmtilegar sögur. Hvað er það svona sem grípur þig þegar saga er að verða til, eitt svona rétt áðan augnablik? Er eitthvað svona sérstakt stef? Er eitthvað sérstakt í fari fólks? Það er oft börn, stundum kettir. Já, sko, það er best að taka fram fyrst að sko þær sögur, það er náttúrulega hitt, eins og ég segi, í þessari bók eru svona alls konar hlutir af ýmsu tagi,
En sögurnar af fólki, þær eru allar sannar í þeim skilningi að þetta allt fólk sem ég hef séð í raun og veru og hlerað og alveg ótrúlega mikið af því sem ég hef eftir fólkinu í raun og veru orðrétt eftir haft. Ég hef bara lagt mig fram það að svona ef fólk segir eitthvað eftirminnilegt þá legg ég það á minnið og skrifa það niður fyrir en setna svo ég gleymi því ekki. Þannig að þetta eru svona, í grunninn eru þetta allt saman sannar sögur en auðvitað svona ég vel úr það sem fólki segir og vel úr fólkið og vel úr og skrifa í kringum það og svo framvegis. Ég veit ekki hvort það eitthvað sérstakt sem einkennir þetta. Þetta bara það sem mér finnst vera þegar fólk lýsir sjálfu sér í fáum orðum eða gjörðum þá reyni ég að taka eftir því og þegar ég fór að safna þessu öllu saman þá satt að segja gladdi það mig hvað mér fannst þetta vera að stórum meirihluta fallegar sögur. Þetta eru mjög fallegar sögur. Já, þakka þér fyrir. Það gleður mig mikið vegna þess að maður nú ég orðinn svo gamall sem á grönum og sjá og það allt saman og maður er að sýsla í þessu samfélagi og kannski leggja sig fram að gagnrýna það sem manni finnst að og svo framvegis þannig að þegar ég komst að því þegar ég fór að lesa þetta allt saman yfir að ég var þrátt fyrir allt greinilega ekki alveg búin að glata hæfileikanum til að taka eftir því fallega og góða þá var ég frekar ánægður með mig skal ég viðurkenna. Já. Þannig að meirihlutin af þessum sögum af öðru fólki eru þannig en þannig eru reyndar líka nokkrar sögur sem eru svona frekar og skemmtilegri en hinnar eru miklu fleiri og ég vona bara að ég vona fólk taki eftir því og þetta geti kannski ég veit ekki hversu hátíðlegur ég á að vera en ég vona að þetta geti svona aukið trú okkar á það að fólk sé svona að stórum hluta frekar almennlegt og hugsi frekar fallega heldur en hitt, svona oftast nær. Já, hvað hversdagsleikin fallegur í kringum okkur? Já, mér sýnist það á þessari bók. Já, mér sýnist það nefnilega líka. Nú eru æskuminningar hér inn á milli. Já. Þetta eru allt sannar sögur. Já, allt. Engin lígi þarna á ferð. Nei, ég man sérstaklega eftir einni sem að greip mig svolítið og það var þessi þar sem að þú veist að fikra eftir klettunum, þú komst aldrei þetta leið. Já, það er satt að segja minning sem mér dálítið mikils virði. Þá var ég í sveit þegar ég var svona 6 ára eitthvað svoleiðis, þá klifraði ég upp fjall í sveitinni sem var á Snæfellsnesi og klifraði baka til á fjallið og ætlaði að komast efst upp á fjallið og kíkja niður. Svo þegar ég var nærri komin upp á tindinn þá þorði ég ekki lengra og sneri við. Og svo 30 árum seinna þá ákvaði ég að ljúka þessari ferð. Og fór þá aftur upp á fjallið og fór sömu leið og ég hafði farið þarna þegar ég var 6 ára en hvað svo gerðist það verður bara fólk verður bara að lesa það. Já, fólk verður bara að lesa það. Já, að því að þetta einmitt, við tölum að hversdagsleikin væri fallegur. Ég heldur að þetta verði jafnvel hvatning til fólks að fara svona að taka betur eftir? Já, þegar þú segir það, þá einn af þeim sem að las þetta yfir fyrir mig og hjálpaði mér svona að velja þær sögur sem á endanum rötuðu í bókina. Hann sagði þetta einmitt, að hann hefði staðið sig að því eftir að hafa lesið þetta allt saman að hann væri farin að taka betur eftir fólki og hvaða segði, hvaða gerði, hvernig það væri í hátt og bara hvaða væri skemmtilegt. Þannig að ef þessi litla bók hefur þessi áhrif þá bara
þá ég bara snortinn. Já, ég verð að segja það bara fyrir mitt leiti að þetta svolítið svona, þetta kannski opnaði svolítið á samfélagið í kring. Maður alltaf svo upptekinn þetta í símanum og á Facebookinu. Já, en það svo, það svo margt sem að sér og heyrir í kringum sig, það margt svo fólk og fólk eins og ég segja stórum hluta bæði merkilegt og skemmtilegt og það þarf svo lítið til eins og þessar sögur sumar eiga að minnst að kosta sína og ég vona að þeir geri það. Það eiga að sína hvað þarf lítið til að lýsa fólki og til að maður sjálfur fá eitthvað út úr því að fylgjast með fólki. Það kannski bara 2-3 orð sem eitthvað barn segir við mömmu sína í stórmarkaði meðan þeir eru að stimplin vörurnar. Það bara eins og það hét í Dirty Harry myndinni, það bara made my day að bara heyra það var svo rörinni. Já, þetta heill heimur. Já. Sem þetta var svolítið eins og að þegar ég fór að virkilega svona hugsa þetta sem einhvers konar verk. Já, þá var þetta svolítið eins og að uppgöta, þetta ágætlega orðið komist, að uppgöta bara nýjan heim eins og þegar maður ef maður fer að kafa hann í sjóinn og sér þá heim sem maður hefur aldrei séð áður. Þegar ég fór að virkilega leggja mig eftir því að taka svona vel eftir öðru fólki, þá var svo margt sem kom manni oftast, en ekki alltaf, fallega og óvart. Já. En það eru, eins og ég segi, það eru þarna nokkrar frekar sorglega sögur, en það eru blessunarlega í miklu minni hluta. Hitt allt mjög fallegt, vona ég. Þetta bara mjög fallegt allt saman. Og en núna, já, þetta og ég myndi nú segja að þetta væri ágætis mótvægi við svona þann veruleika sem að við nú búum við. Bæði ofbeldið í heiminum, stríð og annað og svo líka bara þessi, ég ætla bara að segja það bölvuðu leiðindi sem þessi kosningabarða orðin. Þá þetta svona svolítið svona ljós í því myrkri, þeim leiðindum. Já, þakka þið fyrir. Það bara gleður mig. Já, bara svo að því að við nú tala pólitíkina, hvernig líst þér á framvindu mála? Það svolítið erfitt að segja. Þetta svolítið öðruvísi aðstæður núna heldur en venjulega, fyrst og fremst að því að núna gengur þetta í fyrsta sinn á minni löngu ævi ekki út á það hver verður næst stærstur Sjálfstæðisflokknum. Heldur hann bara að berjast þarna einhvers staðar neðarlega eins og margir fleiri og það ákveðin og mikilvæg breyting finnst mér. Sjálfstæðisflokkurinn hefur hvað sem hans grunnstefnu líður, ef eitthvað eftir af henni, hvað sem hans grunnstefnu líður þá hefur hann lengi verið til trafala í samfélaginu bara því að hann hefur verið ofstór, notið haft mikil áhrif og svo framvegis og þannig að ef hann bara orðin eins og hver annar venjulegur flokkur þá það bara í sjálfu sér til bóta. Þannig að ég vona bara að hinum flokkunum takist að bara búa til eitthvað skemmtilegt. Því að Sjálfstæðisflokkurinn þarf að fara í frí. Það finnst mér vera alveg sjálfstætt markmið sem að mér finnst að kjósendur ættu að hafa mjög í huga. Já, það ekki gott að sitja lengi að völdum. Nei, Sjálfstæðisflokkurinn og reyndar Framsóknarflokkurinn líka. Þeir þurfa báðir að komast í löng frí og geta þá hafa þá tóm og tíma til að átta sig á því hvað þeir standa fyrir annað en eitthvað svona vera valdaapparat fyrir einhverja frekar eða ansi þrönga hópa. Já, og kannski finna fegurðina í hversdagsleikanum. Einmitt, bara gefa þeim öllum eintak af réttáðun. Já, bara svona réttáðurinn ég sleppi þér. Get ég fengið þið til þess að lesa hér stutta glefsu úr bókinni?
Ert þú með eitthvað? Ég er ekki með neitt ákveðið en því ég ætla bara að leyfa þér að ráða. Já, þú meinar það. Þá ég verð kannski einhver tíma að... Já, það er bara allt svo frjálst. Það er allt svo frjálst, já, segirðu. Það er mikið mér finnst svo fallegar sögurnar af börnunum. Mér finnst að því að börn eru náttúrulega stórkostlega skemmtileg. Já, þau eru það. Það er mörg börn í þínu lífi? Afabörn? Já, það er ég hef nú lítið eftir þeim, en það er ein saga þarna sem ég hef eftir einum litlum afastrák, en byttu nú við. Ég er að reyna að velja svona eitthvað sem algjörlega steinleikur. En hvað er sagan hana? Phyllis. Já, það er áhugavert líka, það eru auðvitað mislangar. Það eru mjög mislangar, sem eru bara örfá línur, en aðrar eru svona 2-3 blaðsíður. Já, en þær eru bara margar hverjar bara eins og gott ljóð. Já. Gott og stutt ljóð. Mér þykir það og oft þetta eru samskipti á milli fólks sem elskar hvort annað. Já, og ég rekst einmitt á sögu sem akkurat það. Og ekki bara lesa hana. Jú, endilega. Það eru allar merktar dagsetningum, og þessi er frá 2. desember 2023. Þegar ég kom í heita pottin áðan, var þar fyrir par um þrítugt og letilegt nokkuð. Þau áttu 2 ung börn sem voru að leika í barnapottinum, og þau kölluðu stundum eitthvað vingjarnlegt til þeirra, svo börnin vissu að þau væru þarna. Annars sátu þau bara þarna 2 í síðdegisólinni, værukær og þögul. Ég var brátt líka farin nánast að dotta, en veitti því samt athygli að hann hafði tilhneigingu til að snerta hana, koma við öxl hennar eða læri ofur létt og bara andartak með 1 eða 2 fingrum, og þá brosti hún svolítið án þess að líta á hann. Og enn leið stund og logandi sólin var alveg að verða kvöldsól, og börnin skríktu í barnapottinum, og þá hallaði hún sér að honum og hvíslaði svo lágt að varla heyrðist: Ég held í alvöru að við höfum verið dæmd til að vera hamingjusum. Já. Já, þetta sagði konan. Þetta sagði konan? Já. Veit fólkið að það er í bókinni þinni? Nei, það veit það ekki. Ég það bara ef það finnur sjálft sig þarna þá þykir mér svo bara gaman maður auðvitað svo fljótur að gleyma. Þegar ég rendi gegnum þá hugsa ég, þetta hefði nú alveg geta verið mín stelpa, eða þetta, já, það getur nú verið að ég hafi sagt þetta. Ég fór svona að setja mig í aðstæður, það er sem var mjög skemmtilega. Ég fór svona, einmitt. Já. Eigna mér þarna. Já, það er ágætt. Herðu Illugi, þakka kærlega fyrir komuna. Já, þakka fyrir. Og alltaf gott að sjá þig, og ég bið ykkur hlustendur, áhorfendur góðir, að doka við, þegar það hér kemur meira, bara handan við hornið. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Það er komin tími á aukna samkennd. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi.